þessi stjórn í samstarfi hér við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þessi samningur sem við gerðum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hann felur í sér fullveldis afsal á 3 sviðum og þar á meðal hvað varðar endurreisn bankakerfisins og þá á ég við að það búið að láta Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eftir alla ákvörðunartöku varðandi endurreisn bankana. Það má til dæmis ekki taka neina ákvörðun bankakerfið nema að bera það fyrst undir fulltrúa hans. Sko, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ekki að búa hér til norrænt velferðarkerfi heldur skuldarkerfi. Markmið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrst og fremst að tryggja það að íslenska ríkið greiði skuldir sínar. En hvað viltu þá gera að þetta gengur gegn í rauninni prinsipum til dæmis Vinstri grænna og þínum prinsipum að því við eigum að byggja velferðarsamfélag en á sama tíma erum við að draga úr velferð? Já, við vorum kosin til að byggja hér upp réttlátt samfélag sem að við myndum ná fram með norrænu velferðarkerfi. En hvað að gerast þá vegna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins? Á sama tíma hér í gangi samningur sem að gerður var í nóvember 2008 við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem að gengur þvert á það sem við vorum kosin til þess að gera. Og það hefur því miður ekki verið hér á Íslandi pólitískur kjarkur til þess að segja þessum samningi upp. Þú vilt segja honum upp? Ég vil segja honum upp vegna þess að hann var gerður til 2 ára. Hann átti að renna út 30. nóvember í ár. Markmiðið með honum var að byggja hér upp gjaldeyrisvarasjóð sem var 700 milljarðar. Við erum komin með gjaldeyrisvarasjóð á þessari stærð. Þannig að við þurfum ekki að meiri peningum að halda, lánum að halda. Þannig að þú segir að við gætum núna sagt samningi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og byggt upp það samfélag sem við viljum. Sem við lofum í kosningabaráttunni. Þannig að við erum að svíkja loforð vegna þess að við erum orðin handbendi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það bara það sem þú ert að segja. Og ef ég persónulega gerir þetta, Steingrímur og Jóhanna eldan fram í rauðan döðan og brjóta þá prinsipinn. Við Steingrímur margótt tekist á það, hvort það ætti að segja upp þessum samningi og hann þeirra skoðunar að við að klára þessa viðbótar 9 mánuði. En á sama tíma til þess að auka trúverðugleika okkar á alþjóðamörkum. En á sama tíma, þá erum við líka, ég meina það stendur fyrir, það búið að skera niður í velferðarkerfinu og það stendur núna líklega skýrt í fjárlagafrumvarpi að það er að skera velferðarkerfinu niður 6% til viðbótar. Já, og það niðurskurður sem ég ekki tilbúin að fara út í og ég hef lagt til að við förum frekar í að skattleggja inngreiðslur, skattleggja séreignarsparnaðinn sem 250 milljarðar og síðan þá inngreiðslur hérna í frá. Þetta mun þýða það að við fáum inn í ríkissjóð skattgreiðslur upp á 100 milljarða úr séreignarsparnaðarsjóðunum. 100 milljarða og 13 milljarðar á ári. Og það hallinn á ríkissjóð. Við getum eytt með þessu láni sem vaxtalaust ef við förum þessa leið. Hver stendur í veginum fyrir þetta að fara í gegn? Steingrímur hefur sagt að þetta myndi skapa ófrið á vinnumarkaði ef við förum þessa leið. Þetta ófriður á vinnumarkaði, ég veit ekki betur en að vinnumarkaðurinn nú bara, og þá ég að tala venjulegt launafólk, nú bara mjög sátt ef við getum þurrkað út hallan og það kemur 13 milljarðar til viðbótarinn í ríkiskassan á ári og við þyrftum þá ekki að skera svona mikið niður. Hvar myndast ófriðurinn? Hjá toppunum á vinnumarkaði? Það hlýtur að vera hjá toppunum vegna þess að almenningur mun ekki finna fyrir þessari skattlagningu. Hann finnur ekki fyrir því. Á engan hátt. Nei, og þess vegna segi ég, eru menn alltaf að hugsa þá hvað segja topparnir á þessum og þessum stað. Gleymist alltaf að það bara fólk þarna fyrir neðan þetta efsta lag. Já, önnur rauk sem líka hafa komið fram það að við séum að ganga á framtíðartekjur ríkissjóðs en þá mitt svar býtu við skulum reyna að brjótast út úr þessum vítarhring þar sem við skerum alltaf niður á samdrætti sem að þá bitnar mjög hart á þeim sem að kröppustu kjörin hafa og börnunum okkar og síðan aukum við útgjöld ríkissjóðs og lækkum skatta í þenslu. Ef ekki frekar að taka þessar skatttekjur sem munu komin í ríkissjóð þegar hér árar betur og eyða möguleikanum á að lækka skatta í næstu þenslu. Og svo segir sumir að þetta ekki góð hugmynd að þeim kom fyrst frá sjálfstæðismönnum. Þannig að þá fer þetta snúast pólitíkin ekki hvað er best. Og mitt svar það býtu voru við gælt kosin þarna inn á þing til þess að finna bestu lausnirnar sem kæmi sér flestum til góða. Er ekki það sem okkar verkefni? Það skiptir engu máli fyrir mig
og á ekki að skipta neinu máli fyrir aðra þingmenn, hvaðan hugmyndirnar koma. Sjálfstæðismenn voru hérna við völd í 17 ár, þeir þekkja allar matarholur og ef að þeir sjá einhverja matarholur sem ég vissi ekki af, að þá bara fínt, þá bara förum við þanga og náum í þar tekjur sem við þurfum til þess að viðhalda velferðarkerfinu hérna og jafnvel að hækka bætur þeirra sem eru á lægstu bótum. Þá ætla ég að segja annað líka. Sko, þið hafið skert bætur fólks. Já, við höfum ekki hækkað bætur í almannatryggingum. En þið ætluðu að verðbólgutengja þær og það hefur brugðist. Það er bara svikið loforð hreinlega. Mér langar bara að spyrja þig í framhaldi af öllu sem við erum búin að tala um. Og við erum búin að vera alltaf á persónulegum nótum varðandi einstaklinga sérstaklega. Mér langar að spyrja þig bara, ef þú værir ekki á þingi, myndirðu fylgja Magnúsi þar sem hann segir, ég vil byltingu, ég vil ríkisstjórna burt, ég vil bankakerfið burt, myndirðu fara með hann á Alþingi núna og standa fyrir framan Alþingishúsið og berja á búsáhöld? Ef ég að vera alveg hreinskilin og setja mig í þá stöðu sem ég var í þegar búsáhaldabyltingin byrjaði, að þá held ég að mér myndi líða alveg eins, að það væri tími til að aðgerða, tími til breytinga og tími til að breyta þeim sem eða skipta út þeim sem eru við völd. Lilja, þú ert að segja það að þú værir núna, ef þú værir ekki alþingismaður, þá myndirðu fara nýr á Austurvöll og mótmæla. Já, og ég hef þinni eigin ríkisstjórn. Ég hef oft velti fyrir mér hvort ég ætti í raun og veru með þessa skoðun að segja mér og kallinn varamann. Vegna þess að ég hef ekki náð fram þeim markmiðum sem að ég setti mér þegar ég fór þarna inn á þing og það var að ná fram einu helsta stefnumáli VG sem eru róttækar þjóðfélagsumbreytingar. En ég hef ekki gert það vegna þess að ég hef fengið mjög mikið stuðning frá fólki úr grassrút VG og líka fólki, venjulegu fólki sem ég hitti í Bónus, sem kemur til mín og þakka mig fyrir að vera eina röddin, eins og þau segja mjög oft, inn á þingi sem tala þeirra máli. Og með þennan stuðning þá hugsaði ég verð að reyna áfram. Og þú ætlar að reyna áfram, en þú hefur velti fyrir þér að hætta þingmennsku og ganga út af því að þér ofbýður. Já, vegna þess að ég get ekki séð ég hafi þingi með mér. Það, eins og ég sagði, það þarf meirihluta í þingflokknum meðal stjórnarliða til að koma málum í gegn. Og það hefur ekki verið meirihluti fyrir róttækum þjóðfélagsumbreytingum inn á þingi. Langar að spyrja þig þá bara Vinstri græna og prinsipin. Þannig að þú ferð inn í flokk sem er með mörg prinsip og það er talað um að þessi flokkur, sjálfstæðismenn gera grín að þau og segja að það þurfi eiginlega að auglýsa eftir þeim stefnumálum sem að Vinstri grænir hafi ekki svikið. Já, og þetta er svona bara eins og fór rýtingi hjartastað vegna þess að við erum mjög mikið prinsipfólk en við kannski lítur staðan líka út þannig því að við erum í samstarfi við flokk sem hefur bara eitt mál og eina lausn sem að hann er búinn að fá svona, hálfpartinn í gegn og það er ESB aðild. En við erum með fleiri mál. Þennan flokk, þú ert að horfa upp á það. Segðu mér aðeins bara eins og kerfið er innan Vinstri grænna sem er bara eins og kerfið innan stjórnmálaflokkana almennt. Það eru þessi tveir leiðtogar sem binda ríkisstjórnina saman, síðan er þingflokksformaður og síðan er nánast bara fyrirskipun Lilja Hagaðir samkvæmt stefnu flokksins. Nýrri stefnu flokksins þá ekki endilega prinsipum flokksins. Er það ekki þannig? Já, það hefur verið gefið skyn meðal annars af forystunni að okkar stefnumál séu kannski ekki raunhæf við þær aðstæður sem við búum í dag og það þótti mér erfitt að hlusta á að því ég valdi þennan flokk út frá stefnans fyrst og fremst. Ég var ekki í pólitík áður og ég hef flakkað á milli vinstri flokka í gegnum tíðina og var nú reyndar búin að enda í VG með mitt atkvæði og ég er bara ekkit, ég lít einmitt á þetta bankahrun sem sko fyrsta tækifæri á minni ævi til þess að ná fram róttækum sko breytingum og vinstri áherslum. Fórst í villsam flokk eða brást flokkurinn þér? Grassrótin brást mér ekki og hefur ekki brugðist mér. En þeir sem sitt í þingi og leiða flokkin? Ég bara skal vera alveg hreinskilin að það hefur valdið mér miklum vonbrigðum að vera meðal annars með alla þessa þekkingu á fjármálakreppum og
og öllum þeim mistökum sem hafa verið gerð af stjórnvöldum við að bregðast við slíkum kreppum, að það ekki hlustað á mig. Og það er jafnvel talað að það þurfa að skoða viðbrögð íslenskra stjórnvalda við fjármálakreppuna og bera saman við viðbrögð annarra ríkja. Býtu, ég búin að því, ekki bara ég nefni Jón Danielsson og fleiri hagfræðinga og okkar tillögur meðal annars leiðréttingu, almenna leiðréttingu skulda byggja á lærdómi sem hægt að draga viðbrögðum annarra stjórnvalda við fjármálakreppum. Og það ekki hlustað. Þú ert að segja í rauninni að ef að Vinstri græn væru einu við völd, þá hefðu hugsanlega þín mál fengið meiri hljómgrunn. Þannig að Vinstri grænir eru í rauninni... Ég held að segja, það ekki nóg. Það ekki nóg? Ég vil bara að stjórnmálin breytist. Þannig að þetta snúist ekki allt það að fylgja forystunni í blindni en miklu frekar að fólk sem hefur einhverja þekkingu þá fái leyfi til að koma fram með einhverja lausnir sem eru ræddar og skoðaðar. En ekki kæfðar. En ekki kæfðar og ég meina sá flokkur sem að ég held að hafa komið með bestu tillögurnar úrræði eftir hrun Framsóknarflokkurinn og hann hefur verið kæfður. Hans fylgi er í sögulegu lágmarki. En þá áttu að tala 20% niðurfellinguna? Já, meðal annars. Og til dæmis frumvarpin í þinginu frá Eygló Harðardóttur að við setjum á fót ráðgjafarstofu fyrir fyrirtæki í greiðsluerfiðleikum. Ég held að í samþykkt með öllum öðrum flokkunum ríkisstjórnarflokkunum, velferðarflokkunum. Ég vil samt minna á það hluti VG sem sömu skoðunar og ég. Ég ætla að spyrja þig og koma aðeins inn á landsdóm. Og það kannski það sem menn að velta fyrir sig þingi dögum og vikum ég að ræða afdrif ráðherrana og þau eru ljós. Bara, mér langar að spyrja þig þetta atvik þegar Jóhanna Sigurðardóttir kemur upp og heldur sína ræðu. Hver voru þín viðbrögð í þinginu? Já, ég satt þarna á aftasta bekk þar sem sæti mitt og mér brá verulega. Hún gagnrýndi mjög harkalega nefndina og taldi ekki rétt að ákæra Ingibjörgu Sólrúnu. Já. Og hvað sagður? Ég sagði stjórnarslit og kosningar. Þú kallaði það? Já, þetta voru svona bara fyrstu viðbrögð vegna sem ég fannst hún vera, þó sem hún hafi verið hrósa þingmannanefndinni fyrir góð vinnubrögð, að þá var hún að gefa í skyn að þingmannanefndin væri ekki með málefnalega ástæður fyrir ákæran sem mjög alvarleg gagnrýni. Nú liggur niðurstaða fyrir? Já, þetta eru ákveðin hátt vonbrigði vegna þess að ég var sannfærð það að við hefðum efnisatriði sem ættu að vera gild til ákæru eða ákveðna gjörðir sem okkur væri skylt að ákæra fyrir. Þessi niðurstaða merkjum það að þingið allavega ekki tilbúið að gera upp hrunið. Og eins og margir erlendir þingmenn sem ég hef hitt hafa sagt við mig, þið eru þjóð sem ekki tilbúin að gera upp hrunið því þið viljið ekki borga skuldir ykkar og þá eru það að vísi Icesave. Við tölum ekki viku fyrir þeir eru búin að gera upp þetta hrun. Og hvernig getið þið, út frá ykkar prinsipum, þið ætluðu að gera hana upp, hvernig getið þið þá starfa með þeim flokki sem vill það ekki? Ef að verður engin breyting, ef á að keyra þetta fjárlagafrumvarp í gegn, ef á ekkert að gera meira varðandi skuldamál heimilana og fyrirtækjana, þá vil ég kosningar, þá vil ég bara nýtt umboð. Lilja Mósdóttir, takk fyrir komuna. Takk.